Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessu sinni hérna í Lystigarðinum á Akureyri á þessu kaffihúsi sem er verið að opna á ný og heitir nú Kaffi Laut. Laut? Já. Mér finnst vel á þetta nafn. Já, þetta er mjög fínt nafn. Og þetta er náttúrulega Það lautin hérna bak hjá okkur sem kannski sést ekki út á sólinni. Þetta er náttúrulega yndislegu staður, einn fallegasti staðurinn í bænum hreinlega fyrst mér að minnsta kosti, Lystigarðurinn. Mjög gott að sé komið aftur virkni í þetta kaffihús. Og á bara að vera opið 10 til 10, þannig að fólk getur alltaf mætt að gera, hvernig fólk til þess. 10 til 10 alltaf? Já. Já, ok. Ekkert veginn. Já, frábært. Herðum, við ætlum að gera ýmislegt í dag. Já. Við ætlum að tala Eyþing, það er verið úthlutaða styrkjum þar. Loksins, þetta eru nú styrkúthlutun sem átti að vera klár í febrúar ef ég mann rétt, en það urðu ýmsar breytingar til þess að það voru bara klárast núna. Já. En kláruðust þó. Við ætlum að skrifa aðeins á Glerártorg og þar er á að vera miðnættur opnun. Og gaman að sjá hvernig það virkar að fá fólk til þess að versla. Er maður bara að fara í Netto og réttur í miðnætti? Ég held að það sé hugsunin sko, að allir sem eiga rétt að sofa meðan það er stanst að spyrta, það getur bara að fara á Glerártorg og versla. Það er ótrúlegt í þessu litla bæ að það séu bara það eru ekkert smá margir staðir sem eru með 24 tíma opnun og síðan þetta. Já, það er svo margir sem geta ekki sofið í birtunni sko. Svo eru svo mikla peninga. Já, nákvæmlega. Þetta er svona Point Dance Studio sem er enn farin að fara að halda risa sýningu. Þetta er náttúrulega árlegur viðburður og þetta hefur alltaf verið svaka metnaður í þessari lokasýningu þar sem við erum að fagna árslokum á dansárinu hjá þeim. Það er vorsýning sem Point Dance Studio og dansskólans hérna. Það eru 350 manns, hvorki meira en minna, frá bara pínu litlum krúttlegum trítlegum upp í bara líka einstaklega krúttlegar mömmur sem að dansa líka sko. Já, og þau eru alltaf með þema. Það er alltaf með ákveð þema. Síðast var það kvikmyndir. Núna held ég að það sé ferðalag heiminn, það sem þið stoppa svona á ýmsum hátíðum. Já, hátíðir heimsinn. Já. Það verður, en þetta er sko, skólinn er samt að hætta. Og það er nú eitthvað sem við ætlum að ræða líka. Já, ætlum að ræða það líka. Já, okay. Hann er bara, þetta er síðasta ári hjá henni Sigyn Blöndal frumkvöðli í þessu. Já. Fáum hana til okkar á eftir. Já, svo koma þeir Siggi og Pálmi en þeir ætla að flytja fyrir okkur smá tónlist og ljúka þættinum en svo ætlum við líka að tala við, Kristínu Sóley. Já, við ætlum að tala við hana. Við ætlum að tala og Árna, við erum að fara að tala Sjómannadaginn. Þetta er náttúrulega risahelgi. Það eru kosningar framundan. Væntanlega allir komnir í kosningagír og með ýmsar skoðanir á því öllu saman. Eða yngar. Eða yngar. Það er svolítið margir í því líka. Við erum stemningin einhvern núna að fólk er bara svona, Nei, það er ekki allir. Já, það er samt svona flestir einhvern veginn komnir með, þeir eru búin að útiloka. Það er bara vel eitthvað bókstaf. Já. Og já, við ætlum að, þannig að það verður blöðrur og vöflur og pilsur og kosningalofvörð hægri vinstri og væntanlega á morgun þessi risa danssýning í Menningarhúsinu á Hofi og svo á sunnudaginn er komið á Sjómannadeginum sem hérna fyrir norðan að minnsta er risa stór hátíð bæði á Akureyri og Ólafsfirði. Ólafsfjörður er alveg Grindavík og Reykjavík og alls þar stór hátíð sko. Já, þannig að þetta er nú eitthvað sem við ætlum að gera í þessum þætti. Það ekki? Jú, ætlum að gera eitthvað annað sem er ekki í þessum þætti. Örugglega. Herðu, en ef við ekki bara fara í smá auglýsingar og svo koma aftur og ræða þessum Eyþing. Ég held að bara.